Það eru margar lifandi verur í heiminum sem við búum í. Hver gefur öllum þessum líf? Við getum fundið leyndarmál lífsins í öllu sem skapað samkvæmt vilja Guðs. Opinberunarbókin, kafli 4, vers 11. Því að þú hefur skapað alla hluti og að þínum vilja urðu þeir til. Fuglar sem fljúga á himni, fiskar sem synda í sjónum, dýr sem hlaupa á vellinum. Öll líf eiga mömmu og pappa. Og þau fá líf frá mömmum sínum og pöbbum. Við, mennirnir, fáum líka líf í gegnum feður okkar og mæður. Og allar lífverur hafa ákveðin líftíma sem þær erfa frá foreldrum sínum. Hundar hafa líftíma upp á 15 ár, fílar 60 ár og sjávarskjaldbökur 200 ár. En fyrir hvert getum við öðlast eilíft líf? Fyrra Tímótesarbréf kafli 6, vers 16. Hann einn er ódauðlegur. Fyrsta Jóhannesarbréf kafli 2, vers 25. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Aðeins Guð sem er ódauðlegur getur veitt okkur eilíft líf. Þá, hvers konar Guð veitir okkur þá eilíft líf? Matteusarguðspjall kafli 6, vers 9. Faðir vor, þú sem ert á himnum. Galatabréfið kafli 4, vers 26. En Jerúsalem, sem er í hæðum, er frjáls og hún er móðir vor. Guð veitir okkur eilíft líf og þau eru Guð Faðirinn og Guð Móðirinn. Þetta er leyndarmál lífsins sem er falið í öllu sem skapað samkvæmt vilja Guðs. Hvernig veita þá Guð Faðirinn og Guð Móðirinn eilíft líf? Jóhannesarguðspjall kafli 6, vers 54. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf. Hvernig getum við etið hold Jesú og drukkið blóð hans? Lúkasarguðspjall kafli 22, vers 15. Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Og hann tók brauð, gerði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: Þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Þessi kaleikur er hinn nýi sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður er úthellt. Þegar Jesús gaf páskamáltíðabrauðið sagði hann að það væri hold hans og þegar hann gaf páskamáltíðavínið sagði hann að það væri blóð hans. Þegar við höldum páskamáltíð nýja sáttmálans getum við öðlast eilíft líf með því að erfa hold og blóð Guðs og orði börn Guðs. Vinsamlegast haldið páskamáltíð nýja sáttmálans og meðtekið blessun eilífs lífs frá Guði Föður og Guði Móður.